náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms stoltur styrktaraðili þvottahússins. Guðmundur Felix Gretarsson, fyrrverandi handlangari, núverandi handhafi, velkomin í þvottahúsið. Takk fyrir. Þannig að bara heiður að fá þig og takk fyrir að bara Gefa þér tíman. Já, gefa þig tíma. Ég get alveg ímyndað mér að þú sett búin að vera alveg brjálaðislega busy. Þetta búið að vera svolítið brjálaði á síðan ég kom. Eða það ekki? Já. Og hvað ertu búin að vera að gera? Ég er búin að vera bæði að hitta sjúkraþjálfara, nemi í sjúkraþjálfun og bara hlaupandi á milli fjölmiðla. Og ég fór á Landspítala, hitti skurðlækna. Vil ekki allir hitta þig? Eru ekki allir spenntir að... Jó, sérstaklega náttúrulega í heilbrigðisgeirunum. Já, ég meina einmitt fyrir það. þau er þetta, þú veist, þetta er náttúrulega unique thing og voða gaman. Ég satt þarna með bæklinum skurðlæknum, handskurðlæknum og lítaskurðlæknum og í lokin þá sagði lækninn bara að láta það vita að áður en það fórst í þessu aðgerð þá trúði enginn í þessu herbyggi að þetta myndi nokkuð tíma verða veruleika. En af hverju ekki? Vegna þess að þetta var bara ekki hægt. En ég minna núna... Þetta hefur aldrei verið gert og vanalega meðalvaxtarhraði á taugum er 1 millimeter á dag. Og mínar taugar eru tengdar undir viðberjunum. Og það eru taugar sem fara inn í svona, eins og ég las þetta, einhverja pípur sem hýsa taugarnar eða ekki? Jú, mínar pípur eru tengdar við gjafann og taugarnir úr gjafanum síðan bara leysast upp og hverfa og mínar taugar vaksa síðan inn í þessu og niður í handlegginn. Niður svona þá? Já. Ok. Veistu hvað þú ert núna? Ég er bara komin niður í fötta. Vá, rosalegt. Og það átti fyrsta lagi að vera möguleiki eftir ár. Nei, eftir 2 ár segi ég. Ok. Og núna eftir 11 mánuð þá er ég að hreyfa puttana sko. What? Pældi þessu maður. Þetta er magnað sko. En það sem er náttúrulega stór faktor í því það er lyf sem ég tek, ónæmisbælandi lyf sem að afsakið. Ég var á fyrir út að ég fekk lifra ég bara skiptum lifur í mér tvisvar. Og það eru sömu lyf í rauninni til þess að þetta bara svo ég hafn, þú veist, líka mig líti ekki á þetta sem aðskotahlut eins og bara hverja er að kveðpest. Og eitt af þeim lyfjum það hefur bara þessu aukaverkun að það örvar taugavöxt. Og þar af leiðandi er miðað við menn sem lendir eða fólk sem lendir í slysum, mótorhjólaslysum sem er ekki að taka þetta lyf þá. Já. Og það fara taugar í sundur og þær eru græddar aftur og þau ná aldrei neinum árangri með hendunar á sér sko. Þetta bara vex svo hægt og vöðvarnir eru að rýrna með hann og það er bara mjög óalgengt að það verði eitthvað úr þessu sko. Þannig þetta er algjört lán í óláni. En þessi lyf hafa þessi þannig að niðurstöðuna fyrir þá, ég er náttúrulega ekki fyrsti til þess að fá útlyfum græddan, þeir hafa grætt hendur og það eru 2-3 sem hafa fengið svona miðjum upp handlegg og þetta hefur allt gengið vel og þetta er náttúrulega bara þetta lyf er að gefa okkur smá svona forskot sko. En þegar þú segir að þú sett svo fyrsti, ertu þá að tala um allt svo báðir handleggir og bara með öxlum og öllu? Já, bara heilir handleggir. Já. Og það hefur ekkert verið farið í það vegna þess að menn vissi ekki við hverju var að búast. Nei. Og það að sitja einhvern á þetta lyf er bara stórhættulegt í rauninni, þetta er óþverri. Þetta bara tekur, ég til dæmis ég er búinn að fá 4 bólusetningar og ég er ekki með snefil að bóluefni í mér eða mótefni. Nei, ég hef nú reyndar heyrt það frá öðrum sem ekki eru með ágrædda handleggi sko. Þannig að en bursið frá því sko, þú ert á biðlista heilengi eftir höndum sem að henda þér. Hvaða faktor að vera að skoða þar? Hver er rétti handgjafinn, skilju? Hvaða breytur? Það er stærð, blóðflokkur, litur sem er reyndar ekki algjörlega nauðsynlegt en svona heppilegt. Er það bara svona útsýnisfaktor eða? Já. Í rauninni? Já, útlitið er eitt faktor en það og svo einhverjir markerar í beinmergnum
og þeir eru 7, annarkvort þurfa þær allir að passa eða þú veist, ef það eru 6 sem passa þá er það í rauninni kemur út á sama og enginn passi þannig að þeir passa ekki hjá mér en en svo er það sem var erfiðast, það er að fá samþykki frá alls og ættingum. Já. Aðstandendum og það, já. Í Frakklandi ertu líffæragjafi bara by default, ef þú vilt ekki vera líffæragjafi þá ertu að skrá þig sem ekki líffæragjafa en það nær ekki yfir útlimi og Þetta þringir þetta Það er ekki regluverki með samast eða sko, ég veit að þú ert að skráða sem líffæragjafa hér en ef maður vilja gefa útlim ef út í það er farið það er bara sérstaks samþykki vegna þess að þetta er bara svo nýtt og þegar fólk er spurt þá hefur bara aldrei nokkuð til mann heyrt talað þetta og þú ert að spyrja þessa mannesku hvað er ekki versta degi í lífs þeirra og fólk segir bara nei þú veist, þú fer ekki að afskrema son minn eða maka sko. og maður skilur það alveg en við vitum öll hvað það þýðir að gefa líffæri þetta er bara búið að vera í gangi það lengi og við vitum að þú veist að gefa líffæri getur bara bjarga fjölda mannslífa en fólk veit ekkert hvað það gerir að gefa útlimi og það kannski er svolítið það sem ég er að reyna að gera núna er að vekja athygli á því hvað þetta getur breytt alveg gríðarlegu fyrir þann sem að hefur mist útlim. En þetta náttúrulega hefur enga þýðingu kannski hérna á Íslandi, við erum ekkert með eitthvað bólmagn í að fara að skipta útlimi hérna á Íslandi. Nei, og það verður ekkert, við skiptum ekki einu sinni lifur eða hjarta eða lungu en eitt hér sko, en engu að síður öll umfjöllun og ég menn til dæmis núna er frönsk sjónvarpsstöð sem kom með mér hérna og er með mér í viku og þú veist, og hefur verið duglega að fjalla þetta þannig ég stekk bara á hvert einasta tækifæri til þess að þú veist, að næsti maður þurfi kannski ekki að vera biðlist í 5 ár sko. Heldur, er þetta framtíðin í þessum málum? Ég held að já ég sko sjálfur var með þú veist, svona gervihandling í 23 ár og í mínu tilfelli til dæmis þar sem ég er bara eins og perkall þá er rauninni handleggir ekki framlenging á neinu. Gastu eitthvað nýtt er þá? Voða lítið, eða þú veist, en þú veist, ég er að stjórna þessu bara með öxlunum. Þú veist, ég hef ekki neitt til þess að lyfta, það er ekkert vogarafl í gangi vegna þess að bara það munar hvern einasta sentimeter. En af hverju varstu þá með þá? Þú veist, ég var með krók hægra megin sem ég gæti nota til þess að opna hurðar með þú veist, ég gæti sett í gír og park og eitthvað og starta bílnum mínum og opna hurðina og þú veist, það er svona smá notagildi praktíski hlutir og og svo er maður að borga fyrir ermand og það maður kaupir sér peysu, akkur ekki nýta það sko. Já, einmitt þannig að þú veist og svo reynda fyrstu árin þá lítið ekki sjá mig án þeirra, þú veist, þetta var bara ótti eða já, bara, þú veist, maður leið illa í eigin skinni sko og svo er þó nokkur ár síðan ég einhvern veginn hætti að pæla í því sko en engu að síður þú veist, til dæmis á heitum degi þá svitnar inn í þessu og þetta lyktar eins og sko skór þú veist, þetta er viðbjóður að vera með þetta á sér mann er heitt og þú veist, þú ert að fara í þetta og úr þessu og þú veist, þetta er bálk. Tómtu þessin. En fyrir, sko, ef ég væri til dæmis með, og það er það sem við leggjum upp með að ef að aðgerðin heppnast ekki, eða þess að ég segjum að ég fengi enga hreyfingu í olnboga og enga hreyfingu í hendi, þá getum við tekið af rétt fyrir hún olnboga og þá er ég strax betur settur. Já, upp á framlengingu eða eitthvað slíkt. Þá get ég sett handlegg framan á það og þá er ég með eitthvað til þess að hreyfa og lyfta og annað sko. Ef ég hefði fengið olnboga en ekki hendur, þú veist, ennþá betra. Þannig fyrir mig var þetta bara, þú veist, þetta er bara vinn-vinn sama hvernig fer. En eins og ég var að segja, það sem er lagt upp með er þegar við vitum ekki hvað er að búast við að setja einhvern á þessu lyf er ekki réttlætanlegt en að því ég var á lyfjunum fyrir þá var ég bara fullkominn kandidat í að prófa þetta sko. Einmitt, algjörlega En er munur á handleggjunum núna alls og hvað var það virkni og tauga milli hægri og vinstri? Já. Vegna þess, ég var með 9 cm stúf hérna og fyrir viki þá er ég með mína eigin öxl það er það sem hefur að segja og hún er mikið sterkari og þær vaksa, þú veist,
ég held að taugarnar hafi verið tengdar aðeins neðar hérna megin, þannig ég er farin að hreyfa puttana hérna. Hérna ég var með bara kúlun inni, þau bara hentu henni og settu bara handlegg með öll draslinni hérna upp og hengd hann einhvern veginn upp með einhverjum sínum úr fótunum og gæjanum og eitthvað svoleiðis sko. Þannig að, en þú veist, ég hef ekki sama styrkin og ég get ekki lyft henni svona upp fyrir höfuð. En ef vel gengur þá þetta bara tímaspursmál. Já, bísipinn kominn og ég finn, sem sagt, ef ég banka hérna í þetta, ég finn það eru komna taugar í fötana en ég get ekkert hreyft það ennþá. Nei. En eins og þau segja, það sko, fyrstu 3 árin alveg bara progress, þannig að, og ég bara kominn á 11 mánuði, sko. Finnst þér aldrei óþægilegt að líður alltaf vel með hendunar? Það aldrei fyrir þér? Jú, þetta ég veit ekki, nú maður svona, hvernig sefur fólk með þetta, þú veist ekki, þetta bara einhvern veginn út allt. Og hérna, ef ég mikið á ferðinni, þá þær eru þungar og sérstaklega í byrjun, því að í byrjun hangir þetta bara allt á saumum og nöglum og einhverju drasli, sko, og mikið álag þar. En svo því fleiri vöðvar sem kom inn, því auðveldara verður og léttari verður, og það munar hvern vöðva fram sem að styður við næsta vöðva, sko. En það hlýtur að vera mikilvægt samt að gefa kerfinu frí. Þú hlýtur að vera með á í fatla talsvert, eða ekki? Ég með vinstri í fatla vegna þess að öxlin ekki bara nógu sterkar. Hún verður bara að fá að gróa almennilega. En svo líka reyni ég bara, þú veist, ef ég sérst reglulega og get bara hvílt olbónu svolítið svona, þá ég fít, sko. Já, einmitt. Heyrðu, mér langar að fara hérna aðeins bara alveg tilbaka. Og hérna janúar 98. Og ég er búinn að skrifa hérna hjá mér, þú ert ungur rafveituvirki og lendir í slysi í janúar 1998. Og slysi sem maður hefði í rauninni, sko, öllu jöfnu bara dregið flesta til dauða, sko. Og þegar ég fer að lesa mig til þetta þá kemst ég að því að það virðist sem þú hafi farið upp í rangan staur. Það er smá klúður. Það er smá klúður, já. Þannig að mér langar aðeins að svona, og ég var eitthvað að hugsa þessa senu og veist, þetta er hann eitthvað upp í Hafravatnið, ekki? Jú, þetta er bara inn á þessi grafar hérna holtið er núna. Ok, þar. Og ég fór að setja mig aðeins inn í þessa senu, sko, veist, og það er bara örugglega snjór úti. Já, frosin jörð og svona hrím á jörðinni, sko. Einmitt, ég sá fyrir mér, sko, að maður tekur þessi skref, sko, og í marrandi snjónum og þú stefnir í 8 staurnum og þú ert að fara upp í vitlausan staur og þú veist ekki að því. Þannig að það sem kom fyrir mig, ég fór að hugsa aðeins tilbaka svona interstellar pælingu, sko, það sem að, ég veit ekki, þú má sjá þá mynd. Það sem að þú ert komin í eitthvað quantum field og þú ert mögulega farin að geta tósað eitthvað strengi og ef þú geti verið hann eitthvað staðar og potað eða komið einhverjum upplýsingum að, sko, myndur þú gera það? Veist, hvað myndur þú segja við henni nýútskrifaða rafveitu virkja ef þú hefði færi á að kvísla eitthvað að honum? Myndur þú sleppa því? Veist, hér ert í dag með allt þitt, alla þína sögu og það er erfitt að segja. Ég hérna, þú veist, auðvitað var þetta ekki góður dagur, það liggur alveg ljóst fyrir. En upp frá þessum degi er bara líf mitt búið að vera ein blessun, basically, fyrir utan svona smá fólk með lífur og eitthvað. En hérna en sko, ef maður lítur tilbaka bara það, þú veist, bara forréttindin að vera Íslendingur. Þú veist, mennirnir sem ég vann með, þeir sem komu á staðinn, þú veist, þeir sem voru á vakt á spítalunum, þú veist, allt þetta bara lænast upp í, þú veist, að þetta gat bara ekki verið betra, sko. Og þú veist, ég einhvern veginn, ég hugsa yfirleitt aldrei svona hvað ef einhvern veginn. Þetta er bara svona sem þetta fór og ég get aldrei lýst í mig orðum tilfinningunni að fá handleggi eftir 23 ár. Nei. Þú veist, að vera handleggjulegs í 23 ár og vakna upp með nýja handleggi, þú veist, þetta er bara, þetta er ólýsanlegt.
en þú þarft að vera handleikjulaus í 23 ár til þess að prófa það. Já, flesti myndir nú kjósa að sleppa því. Já. En þú veist, En ég upplifað alveg ótrúlega gjafir og til dæmis bara stuðningi sem ég finn hérna heima frá. Það er náttúrulega engin þjóð sem skiptir mann meira máli heldur en manns eigin. Og að finna það hvað fólk hérna bara virkilega samgleðs mér. Þú ert að snerta huga og hjörtu bara allra hérna allavega á Íslandi. Já, Ég meina, maður bara eitthvað hálfgrátandi hérna bara á Instagram því þetta er bara svo stórkostlegt. Þetta gefur líka, mér finnst þetta gefa svo í þessum heimi það sem er mikið neikvæða fréttir og allt í ykkur fucking volli, þá gefur þetta mann svo mikla hlýju og svo mikla von, sko. Já. Og þetta fyrir mig, getur við ímyndað hvernig þetta er fyrir mig, sko. Að þú veist, vakna það, ég náttúrulega komst ekkert á netið í ykkur vikur og vissi ekkert hvað var að gerast neinstæðar, sko. Nei. Og svo hérna kemur kona mín reglulega til mín og svo, þú veist, þegar það er eitthvað aðeins fara hægt að reisa mig upp, þá fer hún að sýna mér, og bara allar kveðjurnar og velviljinn og stuðningurinn og þú veist, og svo fæði maður símtal frá forsetanum og þú veist, það var bara allir einhvern veginn bara, vá, þetta var geðveikt. Við erum velkomin að bíða með þér, sko. Já, og þessi tilfinning er náttúrulega bara ólýsanleg að finna þetta. Þannig að, þú veist, eitthvað sem að maður svona upplifir sem slæman hlut á einhverjum tímapunkt í lífinu getur orðið til alveg gríðarlega blessunar. Þú veist, það er ekki sem að lífið ætti eitthvað að vera auðvelt, sko. Nei, sko, því að mér langar að lesa þetta hérna. Málega, ég er að vinna í skóla með börnum og úlingum og börn og úlingar elska slysasögur. Þau bara sko, já, eitt félag, sko, hann misti nokkra putta og ég er vanlega, það er fyrir yngri krakkana, sko, þá segi ég þá sögur, sko, svo FaceTime ég vinn minn og þannig að sína þeim stúana, sko, þau bara, wow. En ég segi svona eftir, ég er svona miðstíinu, þá segi ég söguna af Guðmundi Felix. Og það kveiknar í höndunum að þér. Ég segi þetta krökkunum í skólanum að hendurnar hafi sprungið af. Og þannig að þetta er rosalegt fyrir þeim og svo þetta sýni ég þið myndir af þér með stúana og svo eftir á og mögulega fer ég aðeins inn í aðgerðina líka. Þú fellur 8 metra, þetta er svo 3 hæða hús, þú lendir á bakinu, gerir ráð fyrir, hryggbrotnar á 3 stöðum, rifbeinin losna úr hryggjasúlunni. Vist, ég meina þetta er náttúrulega bara fáránlegt, þú skulur hafa lifað þetta af. Já, það er það bara, ég veit ekkert af hverju, það er bara og óskiljanlegt, sko. Verður mig til lífs er að detta úr staurnum, sko. Já. Hvernig þá? Þetta er svona sérstakki skór sem að þú ert sem krækisvitunum staur, svona 3 staur og við erum með belti og lífól utan staurinn sem við höllum okkur í og svo fer maður allar leiðina upp og þá þarf maður að losa þessa ól, grípur maður í vírana og lyftir sér upp á slána og situr þar og er að vinna. Og ég er búinn að losa lífóluna, grípi í línuna og ef ég hefði ekki dottið þá hefði ég bara verið þar til ekkert verið eftir. Þú veist, það var bara eins og kyndil, sko. En betur, þú grípur í með báðum höndum? Nei, ég held í þverslána eða þetta kemur svona eins og uppsjálón stífur upp í slána. Ég hef líklega haldið í aðra þeirra eða utan staurin þar sem kemur jarðir niður. Grípi í línuna og rafmagn leitar alltaf stystu leið til jarðar. Þannig að það fer eftir handlingnum og virðist það var stokkið yfir. Það bara ekki næri ekki beigunni, sko. Þetta er svo svakalegt power. Því að þetta hefði farið gegnum hjarta á mér þá væri ég ekkert hér, sko. Og þá kemur væntanlega einhver ljósbogi hérna yfir í hinn handlegginn og niður til jarðar. Og þú veist, og við þetta náttúrulega bara lippast ég niður og bara þyngdaraflið losa mig úr línunni, sko. Voru einhverjir sem að horfa á þetta, sáu þetta? Það var einn vinnufélaga minn, hann var held í 2 stöðurum fyrir aftan mig og hann sá bara svona fyrst hélt hann eins og það væri einhver, þú veist, hinum megin við að rafsjóða eða eitthvað svoleiðis, sko. Blossa. Já, svo bara blossa og áttaði þessi ekki alveg strax á hvað var að gera, sko. En svo sér hann með þetta niður og þá fattaði hann að þetta væri eitthvað óverulegt. Já. Geggjað, maður. Sko, á þessum tíma áttu 2 dætur, 1 4 ára og 1 aðeins 3 mánaða. Sko, og þegar þú vaknar handalaus út algjörlega í klessu, út faðir,
er hægt með orðum að lýsa vanmættinu með þeim tilfinningu svo upplifur á þessum tímabili bara hvað var að stöðuna sem faðir og eiginmaður? Nei, og bara faðir eiginmaður og bara sem manneski, þú veist, ég var rafvirki og þú veist, þú veist, maður svona identifæði sig út frá, þú veist, hlutverkinu sín í samfélaginu og þetta var bara allt farið. Þú veist, ég gat ekki farið hjálparlaust á klósett eða þú veist, borðað, þú veist, allt í einu bara getur ekki neitt. Og nei, þú veist, þetta náttúrulega tók mig tíma að komast í gegnum þetta, sko. Það var ekkert ekki, já, nú þurfum við bara að taka þetta á jákvæðninni og, þú veist. Hvað varstu gamall þannig? Ég er 25 ára þegar þetta gerist. Já. Þannig að, já, það tekur mér svolítið tíma að komast á þann stað að þetta er bara, þetta var eitthvað að gera. En ég meina, fór allt í vol? Já. Þú veist, maður bar sig kannski ágætlega, en innst inni þá var maður bara þessi guður sanna. Grátandi. Var mikið sjálfsvorkun? Já, mikið sjálfsvorkun og bara svona vannmáttur til að díla við nokkuð skapaðan hlut, sko. Skömm? Já, í langa tíma var skömm vegna þess að ég vissi ekki hvað hefði gerst. Ég myndi ekkert. Nei. Og það tók mig talsverðan tíma svona að fara að muna atburðarásina og svo fer þetta, þú veist, og það var bara allir, þú veist, kom alls konar sögur, hann alltaf örgulega kála sér og bara eitthvað svona alveg. En ég vissi samt að það var eitthvað óeðlilegt því að, þú veist, menn ég var ekki fáviti, ég vissi nákvæmlega hvað ég var að gera og eitthvað hefur farið úrskeiðis sem fær mig til að ganga upp í langar staur. Veistu hvað það var? Já, það skýrðist síðan að lokum að ég mæli með bara fólk kaupi bókina þar, það er bara útskýrt. En það er maður sem er öryggis sérfræðingur sem að tók að sér að bara greina atburðarásina frá A til Ö og hann bara fór eftir öll, þú veist, hann leitaði að veðurgögnum og sólarupprás og hann bara fór í allt og svo yfir allar öryggisreglur sem að eiga að vera á vinnustæði eins og þessum og rauninni gat bara trakka bara frá mínútu til mínútu hvað hefði gerst og hvað, þú veist, var og það þú veist, þetta var bara eins og þetta var bara röð af hlutum sem að bara gátt ekkert einhvern veginn leitt út í neitt annað heldur en þetta. Það var öryggisreglur sem var ekki farið eftir, ég mæti pínlítið seint, flokkstjóri minni veikur, það er gefið briefing yfir jobbið morguninn sem ég missa af. Það eru gefnar ákveðna þetta er ruglingslegu staður, það eru, þú veist, 2 línustæðir sem krossa og koma saman. Þegar ég er að labba þarna yfir, þú veist, þá er ég akkurat að fá sólinu upp í andlitið, vindkælingi andlitið var -10 eða 15 gráður, þannig að þú lítur ekki upp, þú veist, svona reynir að hlífa þér andlitinu. Það var misskilningur með kennileiti, hversu langt við áttum að fara. Þetta er Úlfarsárdalur, þannig að það er áin Úlfarsá rennur þarna í gegn og þessi lína liggur út af aðveitustöð sem heitir Korpa, við hliðina á Korputorgi. Okkur er sagt að ganga staurana út af Korpu. Vinur minn bjó þarna og þú veist, ég þekkti þessa á og þetta svæði vel sem Úlfarsá. En svo kom í ljós seinna að þessi á er stundum kölluð Korpa líka. Þannig að flokkstjórinn er að tala um ána en ég er á leiðinni út í Korpu aðveitustöð. Og ég fer yfir Úlfarsá til þess að fara í næsta stöður. En þú veist, meiningin var ég átti ekki að fara yfir Úlfarsá sem var þá kölluð, þú veist, þetta var allt svona bara. Þetta er bara eitthvað svona fúsk, bara eitthvað alls konar klúður. Bara alls konar klúður, þú veist, og allt, í rauninni hvert og eitt sem skiptir ekkit rosalegu máli eitt og sér. En þegar þú raðar þessu öllu saman, já, mér heyrist það. Já, þá bara einhvern veginn gerist þetta. Var gert eitthvað átak, var þetta svona verkferla og annað í kjölfarið? Já, það var margt sem að var lagað og það er víst eitthvað sem er ekki ennþá í lagi og ég er nú að fara að hitta öryggisnefndina hjá þessu fyrirtæki núna í janúar og við erum að, þú veist, og
sem ég verið bóðið þarna að heilsa upp á starfsfólkið og vera með smá fyrirlestur og spæði um öryggismál og samskipti og hana. Frábært. Já, Alright. En svo, sko, eftir að þú vaknar upp og hvernig fer endurhæfingin fram? Hvernig byrja, sko, þú vaknar og engir handleggir og hvernig, er það bara Reykjalund, eða skil, hvernig virkar þetta? Fyrir bara upp á Grensás, kunna þér eitthvað, einhverju ferlar? Já, ég er í 7 mánuði á spítalanum og svo fer ég í 13 mánuði á Reykjalund. Já. En semst fyrstu 11 mánuðina voru samt að saga mig niður alltaf því ég fekk, þú veist, ég var með alveg stúf hingað í byrjun en brunna allir vöðvar í burtu þannig að ég tóku vöðvar bakinn á mér og skinni á lærinu og svo fór sýking í þetta allt saman og þessu var öllu hent og í rauninni það er ekki búið fyrir, sko þetta gerist 12. janúar og síðast aðgerðin er í desember. Þannig ég er svona, þú veist, þannig endurhæfingin er svolítið bara, þú veist, koma mér á lappir og þú veist, að fara í ykkur á göngutúru og eitthvað, því það er svo mikið hægt að gera, maður er allir í stöppu, sko. Og Verkjalyf, varst ekki lyfjaður í drasl allan tíman? Jú, og svo þegar þeir fóru að minnka lyfin, þá fór ég að bæta þeim við annars staðar, sko. Hvað kemur í ljós þá? Hvaða element fyrir gang þarna? Af hverju fer að bæta þeim við? Vegna þess að tilvíðan er bara bærilegri með þeim heldur en annarra, sko. Er það upphafið af þessu neyslutímabili eða hvernig er það? Já, þú veist, það er fyrir, þú veist, ég meina, það kemur engin leiðavísi með þessu, hvernig dílar við þetta? Og ein góð leið til að díla við þetta er bara díla ekkert við þetta. Já. Og það var bara, þú veist, ég meina, ef þú ert bara í hálfgerðu móki, þá er þetta ekkert vandamál. Þú veist, það er ekkert annað sem þú ættir að vera að gera. Nei. Var þáverandi eiginkona, var hún með þér þarna í þessu? Var hún ennþá til staðar? Já, hún var, við vorum í 2 ár eftir slysið, er raunin þann bara tíma meðan ég var í burtu, sko. En hún sjálf, við erum náttúrulega bara krakkar. Krakkar með krakka. Já. Og hún verður fyrir alveg gríðarlega áfalli þegar þetta gerir, sko. Og er allt í einu bara þarna ein með 2 pínlítið börn og maðurinn hennar bara eins og peskall. Já. Þannig að, þú veist, það bara endist ekki, sko. Við vorum ekki nógu sterk til þess að díla við þetta, sko. Og já, og ég náttúrulega, þú veist, bara í kóma, sjálfskipuðu kóma mest allar tíman, sko. Þannig að það er ekki verið til þess að hjálpa, sko. Nei. Sko, ég er sjálfur með fortíð í vímuefna neyslu og þekki svona svolítið ferlið. Þetta er mikil handavinna. Þetta er svona svo flugunhýtingar. Alls konar, fyrir eftir hvað maður er að gera, en það er rúlað og skafið og gert og græða. Og listgrein fyrir marga. Ég hef kynst mönnum, þetta er bara mikil metnaður laður í þetta. Hvernig ferð, ég meina, þú veist, þú hlýtur að vera með aðstofamann með þér, bara í þessu. Já. Þegar þú ert komin í neyslu. Já. Sko, ég var náttúrulega ekkert algjörlega ókunnur því að fá mér í haus og eitthvað fyrir, sko. En þetta náttúrulega var ekkert líking við það sem kemur þarna eftir, sko. Nei. Og ég fæ síðan einhverja bætur. Já. Fyrst einhverja bara svona fyrirfram greiðslu og áður en þetta fer allt fyrir dóm og eitthvað svona. Og þannig að það var engin skortur á efnum. Nei. Og þegar engin skortur á efnum, þá er engin skortur á vinum heldur, sko. Nei. Það hangir oft saman. Já. Þannig að það var aldrei neitt mál. Ég var komin upp á lagi með það bara raða, þú veist, það bara rúluðu jónur og þeim var bara raða inn í skáp. Og svo var bara eitt sogrör inn í skáp líka og skúffa með póki á kóki. Svo bara ítti ég þangað til að röðrið komst ekki lengur inn og það var farið með hann í pókan. Svo þetta ekki Jón og farið í brauðristina, kveikti henni. Þú veist, þetta er ekkert mál að redda sér, sko. Sjálfsbjarga viðleitni. Já. Þetta er rosalega. Já. Það er alltaf hægt yfir línu fyrir hendi, sko. Já. Það er allt hægt, sko. Það er rosalega. En það en sko,
Hvaða framtíðar, sko, nú ertu hér á þessu stað í dag, nýbúin að skrifa bók og búin að vera svona opinber persóna í mörg ár. Hvaða væntingar og svona eftir að neyslu tímabili kláraðist kannski, hvað langaði þér að verða þú veist svona stór, skilju? Hvað sástu fyrir þér að geta gert handalaus á þessum tíma? Sko, hafður einhverjar vonir og þrár? Það sem ég geri þarna sem eftir ég verði edrú og fer eitthvað, þú veist, að taka þátt í lífinu, ég keypti mér sólbaðsstofu. Vegna minn ljósabekkir eru bara rafbúnaður og þú veist, ég veit hvernig þetta virkar og ég skil þetta. Og þetta var svona lítill þægilegu business að ég geti haft eitthvað fyrir stafni. Og ég átti þessa stofu í 14 ár, sko. Og og þetta, þú veist, þetta er tíkalla business, þetta er ekkert eitthvað, þú veist, þú ert ekkert að fara fjárfesta í risa félögum eitthvað, en þetta hentaði mér til þess að vera með smá laun og... Já, og hafa eitthvað að gera og og ég hafði alveg gaman að þessu í góðan tíma, sko. En svo fer ég út og ég ætlaði bara að skrepa út á mér í hendur og það var nú aldrei ekki raunin. Þannig að þegar ég var búinn að vera úti í 5 ár þá bara seldi ég stofuna vegna þess að þetta gengur ef þú getur verið sjálfur að sjá einhverja hluti og pantinn og þú veist, en þú þarfst að borga einhverjum fyrir allt þá þessi skúta var bara sökkva, sko. Þannig ég losaði mig við það og fór svona fór að læra markþjálfun vegna þess að það er eitthvað, þú veist, ég hef lært alveg ótrúlega margt á því að vera með hendur fyrir aftan baki í 23 ár og þú veist, í sambandi við svona grísja bullið út og finna það sem skiptir máli og svo hef ég náttúrulega gegnum 12 spora samtök verið að vinna með öðrum gaurum og þú veist, og þetta gefur mér alveg ótrúlega mikið og þetta er eitthvað sem ég get alveg gert. Þannig að ég svona hef verið svolítið í þá átt, en svo hefur verið að koma, þú veist, sem að gerðist hjá mig fyrir svolítum árum síðan þegar það svona verður eitthvað skipti í haustum á mér og ég í staðan fyrir að vera alltaf að streitast á móti lífinu að bara, þú veist, það sem fyrir mig liggur og ég bara tek það path og sér hvert það liggur og einhvern veginn í gegnum allt þetta ferli hafa verið að koma fyrir spurnir frá ólíklegustu stöðum að maður koma bara og þú veist, bara sem public speaker bara annarkvort deila sögu minni eða þarna, þú veist, tala um öryggismál ég bókar á 2 læknaráðstefnur í sumar ég með 9 árs ávarp í Garðakirkju, þú veist, þetta er bara einhvern veginn þannig að þú veist og þetta þykir mér líka alveg ótrúlega spennandi þetta er minni vinna og meiri peningur og þú veist, og hendar lífstíl mín, þú veist, náttúrulega ég verð aldrei, þessar hendur verð aldrei eins og mínar voru. Nei. Ef ég, þú veist, ef ég get bjargað mér svona dagstaglega og ég get kannski farið að nota verkfæri og smíða borð heim eða eitthvað, þú veist, það er eitt sem að, þú veist, ég er bara, þú veist, þú ferð ekki í svona störf nema ef þú hefur virkilega gaman af DUI hlutum sem að ég hef bara er bara þannig, ég elska að vinna með höndunum en að fara að vera einhver atvinnumaður sem iðnaðarmaður, þú veist. Nei, ég menna, er ekki bara búið að það opnast þarna fyrir þig bara í rauninni bara einhver nýr heimur þegar einmitt að þú, eins og þú segir, hættir að streitast á móti og ég skrifa sko, veist, ég er ekki hægt að segja að þér hafi í rauninni ætlað að fara í gegnum þessa atburði í þeim tilgangi að yfirvinna eitthvað og komast yfir erfiðleika og sýna umheiminum, sko, sýna okkur því þetta eru þú þarft ofur krafta í bland við hefni og þú erum komin hana í, sko, bara hámarks hvað ég segja, bara möguleika í bara mannsins í styrk Já, sko og vexti og þroska, það þarf alltaf einhvern veginn að virka til þess að þetta geti virka. Já, en það sem ég hef náttúrulega líka lært er það að þetta er ekkert eitthvað uník. Við erum öll svona. Við höfum öll þetta capability. Já, en við bara sitjum okkur ekkert í þær aðstöður þar sem maður reynir á það. Nei, vegna þess að það er svolítið mannlegt að forðast
óþægindi og þú veist, við sækjum í pleasure og forðumst pain. Já. En þú veist, ég hef verið núna, bæði ég var á Reykjalundi þarna í rúmt ár og nú er ég á endurhæfingarsjúkrahúsi í Frakklandi og ég að sjá þetta bara hverju mesta degi, bara fólk sem að, þú veist, ég horfa á og ég sé bara, fuck, hvað ég er heppinn. Já. Þú veist, keyrandi þú veist, í hjólastól kannski getur ekki með blási í rör. Þú veist, samt brosandi og þú veist, þannig að þetta býr í okkur öllum. Við erum mikið öflugri verur heldur en við höldum að við séum. En þetta er náttúrulega ekki sjálfgefið. Það þarf stundum einhver til þess að veita manni hvatningu og styrk. Sko, og ég trúi því staðfastlega þó að ég hafi stundum lent í karpi með það að fólk talar oft þú veist, breytingar taka tíma. En breytingar gerast á svipstundu. Það tekur okkur tíma að komast á þann stað að við erum tilbúin að breytast. Þú veist, að tína í burt sjálfsblekkingarnar og óttan og það sem að við erum að notast til þess að réttlæta bullið í okkur, sko. En svo þegar þú sérð það, þú sérð hvað þú ert að gera, þú veist sjálfur þér eða þá kemur þetta bara og það er bara split og ég er sekúnda, tilbúin að sko. gera hvað sem er til þess að þú veist, öðlast nýtt líf. Þetta, þú veist, þegar fólk hættir að drekka, hættir að reykja, byrjar að, þú veist, breytir lífstíl einhvern veginn eða eitthvað, þú veist, þú komast að þessum tímapunkti bara, að þetta er bara nóg, þú veist, ég sé bara, heyrðu, þú veist, ég er að keyra mig í ræsið vegna þess að slæmir ávanar, þeir oft eru, þú veist, sakar ekkert að fá sér eina jón í viðbót in the big contest, en ef þú færir eina jón í viðbót 5 sinnum á dag í 20 ár, þá ertu komið alltaf að útkomi, en þú veist, við erum alltaf bara, þú veist, þessi eina. Svo sjáum við, þú veist, hvað við erum að gera og þú veist, og breytingin, bara ef ég hætti þessu, hvar verð ég eftir 20 ár þá? Þú veist, þegar þetta allt í einu einhvern veginn kveiknar, þá er breytingin átakalaus í rauninni, sko. Er eitthvað svona moment, og bara svona clarity moment sem að þú áttir? Já. Hvenær var það og hvað gerist? Það er 2001 og ég þurfti að fara alveg á brúnina. Þá var ég ég var náttúrulega á kafineyslu. Ég meina, íhugaðar aldrei bara sjálfsvík? Jú. Og ég er á kafineyslu og lifrin á mér er bara ónýtt. Út frá neyslu? Já, hún skemmist eftir slysið og hún er hreinsuð einhvern veginn út og ég fæ brjálaða gul og eitthvað en þeir segja hún hefur möguleika á að laga sig, þetta er ótrúlegt líffæri, sko. En þú veist, þú mátt ekki drekka og ekki gera heitt og ekki borða mikið prótín og ekki borða mikla fitu og þú veist, þú bara aldrei notaði eins á ævinni eins og þá, sko. Og þá kemur einmitt eins og þessar blekkingar, sko. Ég var ekki mikið að drekka og ég var ekkert að nota amfetamín af því þetta var svona verksmiðjustöf. En kókaín og kannabis, þetta eru náttúrunni. Þetta er bara náttúrulega. Þú veist, og samt líti í speil og ég sé mig verða gulari og horrari, þú veist, ég æli upp öllu sem ég reyna að borða, ég þarf að leggja sér á spítala reglulega til að fá næringu bara til þess að ég drepist ekki. En samt viðhélt ég þessu vegna þess að mér langaði svo í meira, sko. Og svo kem ég að þeim tímapunkti að það bara segja, það þarf að skipta lifur í þér, þú veist, þú ert bara, hún er ekki að laga sig. Og svipuðum tíma þá er ég í Smáralindinni og ég heyri ykkur bræður eða vinir eitthvað þeir nei, nú má ég og ég líti eitthvað til hliðar og það er ykkur guttar að fela svo bak við blómapott og íta hverju til hliðar að sjá, þú veist, kallinn og veist, ég eitthvað bara, þú veist, ég er skrýtni kallinn í Smáralind ég er algjörlega bara komin að grafabakkann og í ofanarlag þá er mér sagt heyrðu, því miður, þú kvalifæir ekki fyrir transplant vegna þess að alkoholistar, þeir geta ekki, þetta tekur ekki að vera veista lifur í fólk sem getur ekki tekið ábyrgð í lífi. Og þarna var ég, þú veist, ég hef ekki hangið í mánuði viðbót, sko. Og ég fer upp á Lansa og og tala við og ég bara tekið strax inn, það var engin biðlisti eða neitt því að þú veist, ég er 1,75 og ég var 47 kíló og bara eins og páskaungi, ég var svo gulur
og þú veist, það þarna á þessum tímapunkti þar sem að einhvern veginn bara hulunni bara, þú veist, hvað það að gera, drengur? Það gerist eitthvað. Já, það gerist eitthvað og ég átta mig á því með sjálfsvorkunin og allt þetta. Þú veist, þarna ég komin 3-4 árum frá slysinu. Að vandamálið var ekkert þetta slys. Nei. Vandamálið var ég var ekkert að sætta mig við slysið. Ég var ekki tilbúin að sætta mig við stöðunni sem hún er. Nei. Og það vandinn. Það eina sem var að há mér. Slysið var, þú veist, löngu skeið og ég var gróin og þú veist, það var ekkert vandamáli. Ég vildi bara hlutinir væri öðruvísi. En þetta hefðu örugglega allir gengið í gegnum. Ég meina þetta náttúrulega bara eðlilegur hluti að þessu ferlis. Algjörlega. Og sama hvernig við dílum við það. Já, við göngum öll í gegnum ykkur afneitun og sorgarferðl og eitthvað svoleiðis. En spurningin hversu lengi ætlar að hanga á þessari sögu? Eins og Lieutenant Dan í Forrest Gump. Muni eftir honum. Já, rámar eitthvað í, já, ég mann eftir Forrest Gump, ég mann ekki alveg eftir. Hann misti fæturnar, hann var mjög ósátt. Já, alveg rétt maður. Hann vildi deyja bara í nam. Já. En svo sá hann ljósið. Já. Á Rækjubátnum. Muni eftir þessu. Gekkju sena. Já. Já. Herði, ok, svo það eiginkona þín, hún Silvía, sem situr hérna hjá okkur. Sko, og það bara svona séð úr fjarlæð, það sem maður sér á miðlum, hún virðist bara komin í líðið sem einhvers konar engill. Hún bara droppar hérna niður til jarðar með eitt að leiðarljósi. Það lítur þannig út, svona úr fjarlæð. Hún hrífst að þér, hún kynnist þér án handleggja. Hún sér þig. Nú þú komið með hendur, heldur að hún sé eitthvað að fara frá þér? Nei, það ekki. Hún náttúrulega kynnist mér, ég bara algjörlega handleggjarlaus og þú veist, ég segi henni að þú veist, hvað ég að gera þarna í Líón og eitthvað en hún sagði mér svona eftir, þú veist, hún einhvern veginn jú, hann að býja til það ekki en eins og svo margir aðrir, ég held að þetta bara myndi aldrei neitt verða að þessu og var bara algjörlega sátt við það þú veist, ég meina, við verðum ástfangin þegar staðin svona og nú það gæti ég er rosa mikið að flengja hana núna því ég geta Já, þetta alltaf að nota tíman meðan þetta virkar og svona sko en ég veit ekki hvort ég fær ekkert að yfir strikið þar en nein, ég meina, þú veist, við eigum alveg frábært samband og þú veist, við erum bestu vinir og hérna, þú veist, við erum náttúrulega bæði útlendingar í Frakklandi. Hvenær kynnist þið fyrir ekki? Hvenær? Já, hvaða ár? 2015. Já, stutt eftir þú kemur. Já, kynnumst á bara svona meet-up þar sem að, þú veist, bara hittast English speaking group og hérna þetta hafi ekki gert gæfumunin að gera biðina bærilegri, ef svo má segja. Algjörlega, þú veist, ég fram að því þá ég bara að bíða. Já. Þegar hún kemur inn þá svona, þú veist, þá fer ég bara eiga líf í Líón og svona bara að bíða líka og hérna og það því að þú veist, tíminn líður hvort þú sést að bíða eða ekki, sko, þannig að það var bara vinkillinn á þetta fyrir þetta náttúrulega hafði áhrif á þú veist, við erum alltaf föst í Líón, ég get ekki ferðast nema í júlí og ágúst, þá var ég alltaf tekin af listanum vegna þess að allt heimið þurfti að komast í frí líka, sko en hérna teimið sem var bara stand-by já, það var alveg gríðarlega fjölda fólki sem var stand-by út þessar aðgerð. Sko, hvernig þetta fjármagna fyrir ég segi það, og hvað kostar svona aðgerð bara, það eitthvað vitað? Nei, ég veit það ekki, sko, þú veist, ég náttúrulega sko, við erum með söfnur hérna áður sem fór í fyrstu árin, þú veist, þá var þetta bara alltaf mér, allar rannsóknir og allt, þú veist og það flytja út og lifa þarna og bíða og þú veist, fljótlega fer maður að sjá fucking helvíti, þetta ekkert að fara að duga þetta bara, þú veist, bara bíð og þú veist, og maður það að fara í eitthvað skannir og það kostar bara 1000 eurur og þetta var svona það var svolítið spooky, sko, en ég var ekkert ég bara hélt áfram og svo kemur að þeim tímapunkti að það vísindasjóður kirkjunnar, rannsóknarsjóður í Frakklandi. Já, á sjúkrahúsinu sem gerir aðgerðina, þau ákveða að setja fjármagn í þetta því að þetta náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt
fyrir þau líka að hérna bæði, þetta náttúrulega frakkar rosa stoltir af því að eiga þetta teymi sko. Umfjöllunarlega séð. Já, og þetta bara, þú veist, það eru 60 miljón manns í heiminu sem hafa mist útlimi. Já, meinar. Þú veist, þetta er ekkert bara, snýst ekkert bara mig sko. Þú veist, þetta vekur alveg gríðarlega von hjá mikið af miklum fjölda fólks út allan heim. Ég hef verið að fá skilaboð frá bara hver einustu heimsálfu og þessi fólk er að spyrja mig út í þetta og er að fylgjast með þessu og finnst þetta bara algjörlega með ólíkindum sko. Og þannig að þeir ákveða þannig að koma inn með, þú veist, að borga aðgerðina sjálfa og þeir meina þetta var 50 manns sem að komu að aðgerðinni og mánuð í endurhæfingu og svo að því ég er búinn að vera svo lengi þarna og ég er með lögheimili þarna síðan 2016 þá í rauninni er ég komin inn í heilbrigðiskerfi í Frakklandi og þú veist, hefði þetta komið fyrr þá stóð bara til að ég kæmi hérna heim og ég hefði fengið að fara á Grensás og þau hefðu þá bara verið í sambandi við teymið úti og náttúrulega bara tekið þetta að sér en að því ég var svona lengi þá get ég nýtt mér það að vera þarna þar sem allt teymið þar sem ég hitti læknana reglulega og ef eitthvað kemur upp á að það sé þá að grípa inn í því þú veist ekki að hérna, fara að finna með flug eitthvað og Nei, getur bara orðið á seint. Já, og þannig að það er rosalega öryggi að geta verið þarna og meðan ég er að ganga í gegnum þessi fyrstu ár þar sem þessi fyrstu ár skipta alveg gríðarlegu máli upp á hvernig framhaldi verður sko. Og ég meina, ég var náttúrulega ekkert búin að spá í því, hefur verið eitthvað pæling eða hugsun þá í framtíðin að flytja aftur til Íslands? Það var upprunalega hugsunin og þegar við Silja kynnumst þá var það alveg bara við fyrir svo bara til Íslands og hún er voða hrifin af Íslandi sko. Og svo, þú veist, líður tíminn og maður einhvern veginn bara svona, þú veist, að fara að koma rætur einhverjar, sko. Og þú veist, við erum með 3 hunda og búum í einhverju fallegu, þú veist, í útiðarinnum á Líón, eitthvað svona 18. aldar óðalsetur sem einhver brytja niður í litlar íbúðir. Við erum, þú veist, með rúmlega 3 metra lofthæð og arinn á stærðu hérna bíl og þú veist, þetta er svona... Af hverju ættur að flytja heim? Já, og sólin. Og sumarið 6 mánuðir. Já. Kemur dagur, allan ársins hring. Já, ég veit. Þannig að, og svo náttúrulega ég er búin að eignast vini og hún er með sína vinnu þarna úti, hún er jógakennari og stóran hóp af viðskiptavinum. Við verðum að kenna jógakennurum, þannig að við vitum ekkert, þú veist, núna ég ætla að klára þessi endurhæfingu bara, þú veist, og gefa allt í hana og hérna, og svo bara sjáum við bara hvert lífi leiðir okkur, sko. Herru, við erum með eina spurning úr sal. Já, við erum með spurning úr sal. Já, sko, þú talaði aðan að þú voru farin að flengja. Já. Og þessi spurning kemur frá Ívari Gröfumanni sem er hérna, já, hann er margir myndu telja hann ímynd feðraveldisins. Ég hef aldrei hitt henni mann, sko. Uppruna feðraveldisins. Já. Heru, hann vill fá að vita, ég vil fá að vita hvort hann sé búinn að hrista hann. Og ég bara hrista hvern? Gunni, kipp í hann. Já. Og ég bara, já, kipp í hann, auðvitað viljum við vita það. En þetta er kannski mjög persónuleg spurning, þú þarft ekki svarinni, en hún kom úr sal. Já, veistu að þetta er spurning sem ég fæ oft. Í alvörunni? Frá þeim sem eru svona mjög, sko, nánir eða frækki. Ekki Ívari Gröfumanni. En þetta er aftur á móti eitthvað sem maður veit að hver einasti kallmaður. Þetta er eðlilegasti hlutur í heim. Já, þú veist, hvernig þetta er það fyrsta sem ég hugsaði líka. Já, bara fyrst samgleðstu. Ég meina, sko, þú segja, þetta er að koma. Ok. Já. The work in process. Já. Ok. Heyr. Alright, þar hefur það Ívar. Heyrðu, við erum alveg að klára þetta. Já, ég er rosa spenntur. Þið vitið þetta er komið, þá mun ekkert sjást eða heyrast frá mér í hverju mánuði. Nei, ég Það er máli. Það er að vinna hann upp 23 ár. Pældu því. Þetta kemur, það hærið, maður sér allavega að þú ert að ná að kreppa. Já, því mallin er ekki alveg að stjórna það. Nei, þetta, við fylgjumst með þessu. Þetta er spennandi. Ég held hérna, ég væri svolítið til í hérna,
Ég er rosa spenntur að spyrja út í hvernig hugmyndin af bókinni kviknaði og allt í kringum það. okay. Það er spurning, hvað erum við með hérna? Við erum með smá tíma. Það er rauninni bara einn svona þáttur sem við langar að fara inn í, en svo bara... Tökum framtíðarsýn og það eftir bókina góð. Já, en ég er svolítið að spá í líka með, sko, veist, Já, þetta er dót, sko. já. Ha. Fire Á ég byrja því? Fire away. Veistu hver bar þessa handleiki á undan þér? Nei. Og þú færð ekkert að vita neitt um það? Nei, það er bara, sko það er bara í lögum Já. og svo er það, ég er ekkert vissum að ég myndi vilja vita það. Nei. Vegna þess að, þú veist, þetta er tragedía, Mhm. þú veist, þetta er ekkert, ég veit, þó Það ég hlýtur að vera veit mikið ferli. hann er var 35 ára Mhm. Já. og þú veist, andlát 35 ára manns er aldrei að góðu Nei. og þú veist og En ættingjar þessa manns, þau hljóta að vita. já, ég meina það er ekkert eins og það sé að vera að henda sköngum á fólk bara hægri vinstri þarna, þú veist, Nei. ég er náttúrulega verið ábyrjandi í Frakklandi líka, sko. Mhm. Vá, þannig að þau mögulega að fylgjast með þér. Já, Vá. en þú veist og hérna, en fyrir mig, þú veist, ég þarf að lifa með þessu einhvern veginn, sko. Einmitt. Þannig að fyrir mig að vera mikið að fara út í tragedíuna á bakvið, þú veist, þennan sigur hjá mér, Mhm. ég held að það sé bara, þú veist, að við sjá fyrir andlit eða eitthvað, þú veist, og þetta er rauninni bara með allt, öll líffæra skipti og allt svo þú veist, ég veit ekki hvernig Daninn leit út sem að ég fekk lifrin úr, sko. Nei. Nei, en heldur að það hafi einhver áhrif á í rauninni, sko, hvernig þið gróið saman, altså í rauninni bara hvaða hug þú berð, eða hvernig þið líður í hjartanu? Ég er alveg viss um það að hugurinn okkar hefur alveg ótrúlega mikið að segja. Já. Vegna þess að ég var bara vitnaði hvernig þegar ég fór í lifraskiptin, Já. þá var maður á sjúkrahúsinu sem fór í lifraskipti á svipuðum tíma Mhm. og hann var með fullkomlega fína lifur, aðgerðin hefnaðist fullkomlega, hann útskrifaðist aldrei á gjörgæslu og hann dó eftir nokkra vikur vegna þess að gat ekki hugsa sér að vera með líffæri á annarri manneskjunni sér. Nei, því það tala um að Jaha. líka með hafni. Já, það er annað system og það er Já. ástæðan fyrir þessu lyfjum, sko. Já, Mhm. einmitt. Það er ekkert sem þú getur gert við því. Nei. En þú getur, ef þú getur sko drepið sjálfan þig Mhm. Já. með hausnum, Já, þannig að þá getum bara ímyndið hvað getur þú gert í hináttina, sko. einmitt. Nákvæmlega. Þetta er bara saman Þetta sem með er- veikindi og annað, sko. Já. Eða þú Mhm. fær uppáskrifaðan döðadóm, þú deyrð eftir ár eða hálft ár eða hvað það er, sko. Já. Það hefur mikið að segja, sko. Þetta hefur ótrúlega mikið að segja og þetta hefur fyllt mér alveg, ég man svo vel eftir þessu, þetta var, þú veist, foreldrum mínu voru á sjúkrahótelinu hann við hliðina á Ríkshospital og hérna, og kona mannsins var þar, þannig við fengum alltaf fréttir á honum og þetta var alveg mind-blowing, sko, þú veist, að hugsa til þess að og bara líka með hann bara hætti frekar að virka heldur en að díla við þetta. Það eru marga breytur, maður. Já. En ég er heppinn með það, ég á ekkert í neinu vandræða með að samþykja, þú veist, þetta truflar mig ekkert, sko. Nei, það heppin, þetta er alltaf bara ákveðið mindset. Já, en þú Sem sér þú kannski bara býrð ekkert, yfir. ég held að hann hafi ekkert einhvern veginn ráðið við þetta bara, þetta var bara Nei. einhvern veginn fríka, þú veist, hann bara fríkaði út yfir þessu einhvern veginn og Þetta er þetta rosalegt inngrip, eða skilur þetta. já, ég hugsa oft um þetta áður, þú veist, eitt með lífur, þú veist, það er bara hérna, með eitthvað bensmerki á belgnum og þú veist, sé aldrei þessar lífur. Nei. En ég hugsa, þú veist, áður, þú veist, hvernig er að vakna með, sko, 1/4 af mannesku saumaða fasta við mig, sko. Bara súrrealist. Já. Og hérna, en svo vaknaði ég með 1/4 af mannesku saumaða fasta við mig og það var bara ekkert mál. Heldur þessu Nei. minningar gemdar í þessum handleik? Ég veit það ekki. Ég mun pottþétt nota að ég verkt að grípa með hendurnar þar sem ég ekki að vera. Já, Að þá, þú veist, það Wasn't ég ekki me. að byrja á því. nei, En ég ætla að halda þessum möguleika alveg opnum. Það algjörlega. veit aldrei hvar maður lendir í framtíðinni. Nei. Já, magna. En sko með bókina, ég er nefnilega að vera að hugsa, nú er þessi bók
hvað maður segja, loksins komin út. Ég get ímyndað mér að þetta sé búið að blunda inn í þér að vera að gerjast svolítið lengi. Og varstu kannski að bíða eftir þessum tímapunkti? Já, það ég var svo smengt að fara að gefa út bók, en þegar ég kem til Frakklands, af því það búið að vera að gera heimildamynd síðan 2011 og það eru íslenski strákar sem eru að gera það í samstarfi við Frakka. Og franski framleiðandinn þekkir eitthvað bókaútgefandi í París. Og þetta byrjar sem beiðni frá þeim, þú veist, okkur langar að gefa út söguna þína. Og ég gerir samling við hann og það við ákvaðum að hún er skrifið á íslensku bara upp á að hafa orðaforða til þess að geta lýst almennilega og svo bara þýtt á fransku. Og þetta er 2014. Þá auglýsti ég bara eftir hérna svona einhvern ghostwriter því ég nætti ekki að fara að skrifa þetta og fékk hana Erlu Hlins blaðamann til þess að skrifa bókina, hún bauð sér fram í það og frábær hérna penni og við byrjum á þessu þá og þú veist, hún er búin að taka rosalega langan tíma að þú veist, þetta er ekkert eitthvað sem við hentum saman bara núna, þú veist, í sumar sko. En það var aldrei komin einn endir. Hún hlýtur að skrifa sér bara fram að aðgerð í rauninni. Já, eða skrifaði sér fram að einhverjum, ég man ekki hvað ár, en svo bara, þú veist, eftir aðgerðina þá bara, þú veist, þá kláruðu við. Þannig að, þú veist, það er engin, þú veist, maður býður. Hvers konar bóka er það? Maður býður. Svo var það mörg bindi bara. Já. Þannig að, þú veist, svo var bara komin hann þessi endir og ég meina, þú veist, það er mikil von í loftinu og bjartsýni og þú veist, ástfanginn og komið með konu og hendur og hunda og þú veist, og bara eftir formúlunni. Þannig að fínn tími að bara klára þessa bók og hérna. Það verður framhaldsaga samt. Þetta er ekkert búið. Þetta er rétt að byrja. Þetta er rétt að byrja sko. Þetta er svakalegt maður, það fólk fylgist með þessari þróun bara mikilvæg eftirtekt sko. Þetta er, þú veist, ég er bara heppinn að vera einhvern veginn í miðjunni á þessu því að þú veist, þetta er eitthvað sem er bara komið í spjöld sögunar. Þetta snerti líka svo, þetta er svo mörgum sviðum, þetta er algjört, þetta er sci-fi og læknisfræðilegt og hugafastlegt og tilfinningarlegt og þetta snertir öll svið bara mannlegar, bara mennskunar. Já, og ég er bara, eins og segi, ég bara líti á mig bara fílt privileged því að sko, e-mailin sem ég hef verið að fá og skilaboð frá fólki út allan heim sem að, þú veist, hvernig get ég gert þetta, hvernig fórstu að þessu, bla bla bla, þú veist, ég er búin að vera að þessu síðan 2007, þetta er búin að taka alveg gríðarlegan tíma og þetta, þú veist, þetta er alveg endalausa þolinmæði og íta og hérna og undirbúa sig. Ég man eftir í sporthúsinu að lifta, varst ekki að undirbúa það og koma þær í form fyrir ég bara ákvað það strax, þú veist, ég er búin að þurfa að læra að ganga 3 á ævinni og ég er ekki að fara að gera það aftur sko. Svona, ég veit hvað svona aðgerð tekur og hvað mér er rosalega fljótur að missa þrótt og rýrna og möðvamassu og allt bara vera rúmliggjandi í 1-2 vikur sko. Þannig að það var svolítið sem keyrði mig áfram að vera bara eins góðu formi og ég mögulega get þegar ég fer í, þú veist, og í fyrra var ég bara í mínu besta formi hérna, þú veist, hlakka bara til að geta komist aftur á stað því nú ég er í sjúkraþjálfun, ég get verið að æfa fætur og eitthvað svona en þú veist, ég get verið að hlaupa eða hoppa eða anskotast þetta þú veist, hlífa þetta, ég slíti þetta ekki bara út sko en það er rosa gott þegar, þú veist, eins og með íþróttir og annað, það er að, þú veist, ég var ekki þessu til að grennast, þú veist, þetta er bara stepping stone sko, að einhverju öðru og þá einhvern veginn verður þetta ekkert mál. Nei, algjörlega. En segjum sér svo að allt bara fara á besta veg sem það fer, við ákveðum það bara hér og nú. Hvað, munu hendurnar á þér vera bara eins og þú hafir alltaf haft þar á þér? Muntu vera með fullar hreyfigetu? Muntu geta byggt upp tvíhöfðan og þríhöfðan og allt ég mun alveg geta byggt það upp vegna þess að þeir vöðar eru strax komnir inn og það, þú veist, því meira sem þú hreyfir þá og því meira sem þú lyftir því sterkari verða þér. En ég veit, þú veist, þeir verða aldrei eins og mínar sem að þú veist, fæðist með og ert að þjálfa, þú veist, bara þeir sem að spila til dæmis á hljóðfæri og byrja að læra á gítar, hvað er erfitt að fá bara puttana til þess að hreyfast individually þó þú sést fullkomlega heill. Þetta muscle isolation er vinna
Já. og það fer bara hversu mikið er ég að fara að leggja í það sem að það mun skila mér sko. Þú er eitthvað verið að díla við sýndaveruleika, altså gleru eitthvað í samvinnu við góðvild. Góðvild, já. Hvernig hefur það verið að virka? Það er bara alveg snill sko. Já. Þetta er hlutaprógrammur, það er kallast mirror therapy. Já. Þá er ég í rauninni bara með hendar undir skjá Já. og á skjánum er hendi eða hendur sem er að gera ákveðnar hreyfingar á svæðum sem ég er ekki komið með taugar og ég er í rauninni að fókusa á hreyfinguna. Já. Þannig við erum að kenna heilanum Já. að Tala við. já, þegar hann sér þessa hreyfingu, þessi skilaboð þýða þessi hreyfing og hérna þetta kallast neuroplasticity. Að vera að skapa tengingar. Já, við erum bara að búa til nýjar tengingar í kollinum til þess að þú veist, því hitt allt er farið sko. En var þessi aðferð, var þetta bara eitthvað alveg nýtt fyrir teiminu þínu úti eða, ég meina, hvaðan kemur hugmyndina þessu? Sko, hugmyndina mirror therapy er bara þekkt fyrirbræði. Okay. Í rauninni sýndarglerugun eru bara mirror therapy á sterum. Já, ég skil. Þú veist, það gerir þetta ennþá raunverulegra og hérna og kemur raunin bara frá Siggi Góðvild sem að bara hérna setur sér samband mig og þú veist áhugasamur að hjálpa og frábær kall náttúrulega og hérna og Piotr sem að vinnur með honum pólsku strákur kemur út og þeir koma til mín hann fer í einangurinn í 5 daga og próf og þú veist þetta er náttúrulega ég bara ekki stundum orðið yfir hvernig fólk er til Hann kemur á vegum Góðvildar þá. Já. En þeir vinna saman, Piotr er svona sérfræðingur svolítið í þessum sýndaverulega glerugum sko. Og við tökum upp þetta vídeo þar sem að, þú veist, ég sitt bara í stól heima og við erum að gera alls konar æfingar og ég er að hreyfa þetta þannig að þú veist, ég og Silvía situr þarna í stólinn í eldhúsi bara eitthvað í símanum og ég bara, þú getur litið í kringum mig og hundarnir labba framhjá og þetta er alveg magnað sko. Þannig að, en sko það sem að hefur verið aðferðafræðin við endurhæfinguna er bara svolítið eins og napalmsprengja. Þú veist, við bara hendum öllu á þetta og eitthvað hlýtur að virka. Þannig að það er svolítið erfitt að segja hvað nákvæmlega hefur verið að standa upp úr því við erum bara að gera allt. Því það er náttúrulega allir að renna svolítið blind í sjónum með þetta. Meiri sé að læknarnir sem gerðu aðgerðina, sko, þegar ég fór að hreyfa fyrst puttana, sko, þeir voru bara svo litli strákar með símana sína að taka upp vídeo skríkjandi bara þetta átti ekki að gerast. Sko bara svo bítlanir. Rosalegt. Þannig að þú veist, þetta er svona svolítið uncharted territory bara og það sem allir eru bara að gera sitt besta og hérna og sjá hvert þetta leiðir okkur. Voru þeir alveg að þora að sleppa þér til Íslands? Er það alveg örugt? Já, nú er komið tæft ár. Ég hef búin að fá 2 episód af Höfnun sem að kom, þú veist, bara þetta strax eftir og svo í maí og ég er búin að vera mjög stabíl síðan þá, þú veist, þetta er, ég fyrir blóðpröfu þú veist, einu sinni í viku, stundum 2 vegna fresti þá bara til þess að fylgjast með gildunum í blóðuna af þessum lyfjum sko. Og það er búið að vera stabíl í svolítinn tíma og svo þarf maður bara líka, þú veist, ég var farin að telja klukkutímana því að þetta er alveg þrotleiðilegt helvíti sko. Bara, ég er frá 9 mótnana til 3:30, 4 alla daga vikunar í endurhæfingu og þetta er endurtekning og maður er alltaf svona smáílt og alltaf með einhverja hafsbyrur og þú veist og svo þessar æfingar sem að krefjast þessar einbeitingar sko. Það er eitt að vera að gera svona og vera bara að hugsa hérna epli ykkur stað sko. En þetta sem þú þarft að vera stanslaus að fókusa á okkur hreyfingu og í ykkurum puttum sem að hreyfast ekki og eitthvað þetta er svo bara Þetta klára taugakerfið. Já, þetta bara, maður verður svo þreyttur sko. En svo minnkar þessi tímarammi sem þú þarft að fara að sinna í endurhæfingu. Það lítur að vera með árum. Já, það gerir það. En þú veist eins og þetta frí núna, þetta er bara komast í burtu bara frá öll í ákveðin tíma. Það er ekki geggjað. Þetta er bara eins og þú ert í ræktinu, hvíldin skiptir líka máli sko, bara leyfa líkamannum að þú veist bara byggja upp ykkur á vöðveig kringu liði og þá kem ég bara aftur þú veist fullur af orku sko, í staðan fyrir síðustu vikum og það er rosa erfitt að sitja allt í þetta. En hvað heldur að gera fyrir taugakerfið að halda á
barnabarninu sínu. Já, Ég sá mynd af því. Já, það gerir sko það einhverja sjónvarpsvélar á mér og eitthvað, ég var alveg að fara að hágrænja hana sko, þetta var bara þú veist, þetta var ótrúlegt sko. Eins mánaða lítill Felix að í fanginu pappa sínum, afa sínum, þú veist, stelpunnar mínar voru síðast 3 mánaða 4 ára þegar ég held að þeim sko. Það hlýtur að vera mikil heilun. Já, það ekki? Alveg ekki spurning sko. Þetta var voru rosalega skrítin dagur þegar ég kom heim. Líka bara það var svona spennufall, þú veist, ég er búin að vera inn á sjúkrahúsi og svo fer ég, þú veist, fór svona dagstatus þannig ég fer bara heim og sjúkrahús og heim, kannski út í göngutúr með hundana, en þú veist, allt innu bara koma hingað í þessa geðveiki, það sem að þú veist, liggur fyrir allt þetta, allir þessir hittingar og svona, þetta var svolítið þetta er svona mjög intense. Já, þetta var rosa skrítið að koma sko, kvíði og spenningur dagana fyrir, þannig að við var ekkert vel sofin og eiginlega ekkert sofið nóttina áður þarna vegna þess að við förum að ferðast stað klukkan 5, maður vaknaði klukkan 3:30 og fórum í háttinn klukkan 1. Þannig að allt þetta einhvern veginn og svo með ljósmyndur upp á flugvöll og eitthvað þetta og ég var bara, ég held ég verið að fá taugaáfall sko. Já. Það leit þannig út. Já. Þú varst að faðma hann að besta vinnin framan á Fréttablaðinu. Það var mikil geðshræring. Já, ég var bara, ég var tjúvöllin að gera mig, ég var að heim og ég bara þetta að vera grenjandi það var rosalega skrítið maður. Já, geggjað maður. Herðu, vertu með einhver loka orð, Guðmundur Felix, áður við förum í nokkur orð frá sponsor? Nei, bara frábært að hitta ykkur og takk fyrir að bjóða mér. Mikið heiður sko. Gangi ykkur áfram vel með þetta podcast. Frábært setup þetta. Takk. Já, Gunni vill helst hafa þetta svolítið svona, ekkert of minimalist hérna. Nei, en hver einasta... bara algjörlega, bara þegar ég sá myndina bara, þú veist, ég verið að komast þarna. Ég sko, hver einasta eintinn inni, hún hefur sögu sko. Þetta er uppgjör, þetta er lífsuppgjörið. Já, ekki mitt. En þetta er flott, satt ég ránaði með þetta sko. Það er alveg geggjað. Það er alls konar. Herðu, ok, hérna áður við leysum þið út með gjöfum, þá ætla ég að lesa hérna nokkur orð frá sponsor. Góður sponsorum. Já, og þetta eru 2 sponsorar sem við erum með og við erum þeim ævinlega þakkláttir hérna í Þvottahúsinu. Sko, það er Þvott Þorgríms, ármúla 29 og mér langar aftur, Davíð, að leggja áherslu á þessi gólfefni. Þessi hérna. Já. Og, sko, þetta eru kork gólfefni og ég var að hugsa þetta í gærkvöldi, þetta er sko, mér finnst þetta seriously vanmetið stöff. Þetta er klikksystem eins og parkett er oft og þetta er mun svona meira klímavenlíkt því að framleiðslan af þessu er kolefnis neikvæð sem er bara fáránlegt. Já, það er ef þú spáir í því, það bara, algjörlega. maður heyrir ekki af svona dóti. Þetta myglar ekki eins og hefðbundið parkett kannski geti gert í raka, þess að þú ert með kross við MDF, út með 3 lög af kork og korkurinn myglar ekki því að við erum að tala um þetta Suberín, þetta lífræna Gore-Tex sem er í korkinum, þetta hérna er korkurinn, Felix, þetta er jómfrúa korkurinn, þetta er 27 ára ferli og þú heldur að þú sett eitthvað að bíða lengi eftir handleggjum. Þetta eru 27 ár in the process, skilur. Nákvæmlega. Og þetta er bara, þetta vex ekkert svo langt frá ykkur, þetta er á Portugal. Og þetta kemur í veg fyrir að stofan þín með 3,5 metra loftæðinni fyllist af sandi frá Sahara-eyðimörkinni því að korkeigin, hún hirðir líka sandinn, sko. Þetta er gjöful framleiðsla. Það er ekki öllum því að stundum er bara bíllinn hjá manni bara brúnn eftir góðan storm sko. Kannski fyrir þetta vindátt en þú ert náttúrulega hættur að drekka 80% af allri korkframleiðslu fer í stansaðir víntappar 80% og örugglega stór hluti af því notaðar af frökkum eflaust en ok sko, það sem ég bara reyna að segja þetta er ótrúlega já, veistu, ég er smiður fyrir utan slitstyrkin já, slitstyrkurinn er, sko, efsta lagið á korkinum er coverað með einhverju laktrasli sem að er bara superhuman
og þetta þú átt ekki að geta slitið þessu upp þú getur hoggið Það gatið er svolítið mjúkt undir fæti líka. það er málið, þetta er mjúkt undir fæti þetta er hljóðinangrandi gríðalega hljóðinangrandi og þetta er þetta umhverfisvænt bara í alla staði og ég er ekki að grínast sko. Mér finnst þetta geggjað ég var alltaf með mikla fordóma gagnvart öllu sem ekki var timbur en ég kom inn í þetta núna Korkun, ég get ekki beðið, ég var að skipta parkettin, ég er bara að rífa það upp bara. Ég myndi rífa það upp. Þú getur líka lagt það. Já, bara henda því. Bara lagt það yfir. Nei, ég hef, ef við höfum kynst, svona Kork Daniel og við nokkur þátt Þorgrímsfjörð, þá hefur þetta ekki verið spurning. Sko. Nákvæmlega, þannig að fólk sem er eitthvað að fara að leggja golf, niður í Ármála 29, hífið í Daniel. Dragið hann út. Hann er líka svona þráhyggjubolti eins og við. Hann brennur fyrir korkinn. Þetta grínast. Hann fer með okkur í gegnum það. Hann að Þótt Þorgríms, takk fyrir okkur. Heyrðu, svo er það gott CBD. Já. Það er hann Sigurður, góð vinnur okkar. Sko, já, gott CBD er í ham þessa dagana. Hann ætla að verða að selja olíuna núna, þessar farmahempolíur í Hagkaup og Ég var í Hagkaup í gær. Já. Og það búið að rífa allt úr. Hann var að fá nýja sendingu, þetta bara hvarf. Þetta var bara kaos. Þetta er bara farið. Rifið úr hillunum. Já, en þeir eru líka með búð upp í Urriðaholtsstræti, held ég 19, hann er fyrir ofan Costco. Hún er opinn frá milli 11 og 4 held ég, en það er að fá allar upplýsingar inn á heimasíðuna, gott CBD. Þeir eru miklum ham, það er mikið úrval af vörum tengdum hamp og CBD, allt í gangi, allt frá stílum. Ég má reyndar ekki segja það, þeir eru ekki með stíla, en ég fekk með stílum daginn, 50 mg og ég svaf heila helgi, það var mjög næs. Það er að fá plástrar, við getum farið yfir í XM og augnkrem og handkrem og alls konar dót, oljur, nokkra típur á oljum í mismunandi styrkleikum, ég mæli með þessu öllum en svo er það líka, mér langar að fara svona aðeins í það fyrst þú varst að tala áðan að fá þér í haus ég er ekki að fara að gefa þér í haus en ég ætla að sýna þér svolítið samt sem áður Vistu, ég er óvirkur bóðefnasvindlari ég svindlaði á bóðefnum í mörg ár þetta stöff hérna vinnur þetta er THC frýtt weed getur ekki borið þetta að nefi hans Þetta er svolítið magnað sko. Þetta er magnað stöff. Já, ég sé þetta er selt bara út í Fraklandi og sé þetta bara á göngunum í málinu verið að selja þetta. Ég er að segja það, veist, og ég samdi frið við ég auðvitað þurfti að vera að semja frið við kannabisplöntuna í gegnum þetta CBD og annað, þráttur að vera óvirkur algi. Ég samdi frið við þetta með þessu hér. Og mér finnst þetta alveg geggjastöf svona öðru kóru, þetta er reiki nú ekki staðaldri og kannski það sem að stendur aðlega veið fyrir því en sko fyrir fólk sem að er eitthvað að smóka weed og er eitthvað bara í einhverju tómu rugli og í einhverjum geðrófum og paranójum og annað þá er þetta bara málið, skipti yfir þetta Gras án paranoia Þetta er grass without the anxiety eins og þið segja og verðið á þessu er cirka 1500 kall per gram þannig að þetta er gamalt hassverð eins og þú kannski þekkir, maður getur alltaf bútin á 1500 kall en við erum svo með afsláttakóða sem er þvottahúsið sem gefur 15% afslátt þannig að þetta er fyrir neðan 1500 kall grammið og gott fyrir stónara sem vilja ekki vera stónd lengur Herru, svo ætla ég að minna bara alla á að subscribe á YouTube og öðrum streymisveitum. Það væri mjög næs ef þið gerir það. Já. Er það ekki? Jú, ef við með að vera að því, sko. Það segir mjög mikið fyrir okkur. Já. En svo er það Svo er það aðal, sko, málana. Já, það sem þú er búin að bíða eftir. Sko, Felix, við erum ekki afir hérna fyrir þig. Við erum með Kork glasamottur frá Þotni Þorgríms. Það eru hérna. Hvernig viltu? Stingdu þessu á milli þumáls og vísi. Geggjað. Yes. Herðu, og svo erum við með hérna, við getum sett þetta hérna á borðið. Þetta er varasolvi, þetta er hamp varasolvi, CBD. En svo er það rosalegasta og þetta er eitthvað sem mér hefur hlakkað mikið til. Það er að afhenda þér frá gott CBD, CBD handáburð. Gjörðu svo velvinnur, þetta er sérstaklega fyrir hendurnar. Þessi geggjaður, samt sem áður. Þú sé frá öllu, þá hann svínvirkar. Og það er aldrei að vita, sko, ég er spenntur að vita hvað CBD gerir fyrir fingurna, sko. Ég ofurtrú á CBD kannabjóðanum og mögulega ertu farin að spila bara á píanó í næstu viku. Þú lætur mig vita ef það verður svo. Nákvæmlega. En þarna gangi ég vel á Íslandi. Takk hérlega fyrir það.
mynda að passa vel upp á þig Já. og gefa þér rými á milli allra heimsóknana og bara og nú ekki komin jól, þótt að jólin séu búin þegar þetta kemur út, en gleðileg jól Gleðileg jól. og takk fyrir að koma til okkar. Já, takk fyrir að fá mig. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Þótt Þorgríms er stoltur styrktaraðili þvottahússins.